Fyrir fáeinum árum réðst ég í það verk að skrifa ævisögu Jóns Ólafssonar sem oft var kenndur við Skífuna. Hún kom út árið 2005 og nefndist Jónsbók. Ég veit að mörgum þótti undarlegt að höfundur skáldsagna legði sig niður við þannig iðju og ég heyrði raddir þess efnis að það væri eiginlega fyrir neðan virðingu manna sem fengjust við svonefndar fagurbókmenntir að sökkva sér ofan í feril fjölmiðlamanns af Suðurnesjum. En ég aftur á móti sá þarna gullið tækifæri til að kynnast einni hlið samfélagsveruleikans sem listamenn svonefndir hafa yfirleitt lítið af að segja. Og með því að eiga viðtöl við það bil 100 manns, marga hverja lykilmenn úr innstu kreðsum atvinnulífsins og fletta í gegnum næstum mannhæðar háan stabba af allskyns skjölum, gögnum og blaðafréttum, laukst upp fyrir mér veröld sem ég hafði eiginlega aldrei haft veður af. Þetta er reynsla sem ég mun vonandi lengi enn búa að. Og það sem kom mér mikið á óvart var hversu leikreglur í þessum heimi voru í raun loðnar. Og þá sérstaklega þar sem businessin skarast við pólitíkina. Á landamærum stjórnmála og atvinnulífs. Í stuttumáli þá varð niðurstaða mín eins og þeir vita sem kynnt sér hafa hérna 500 sína löngu Jónsbók að aðalpersóna sögunar hafi orðið fyrir barðun á ofsóknum og valdníðslu af hálfu stjórnmálamanna og jafnvel æðstu valdamanna af því tægi sem má með öllu telja óverjandi í lýðræðis og réttaríki. Eitt mál sem var reyndar mjög í stíl við annað snerti aðalviðfangsefni bókarinnar og það var sala ríkisins á hlut sínum í íslenskum aðalverktökum. En Jón Ólafsson var þá næststærsti hluthafinn í því fyrirtæki og eftir ríkinu og einn af þeim sem vildu eignast meira. Þetta málefni fær ekki mikið pláss í bókinni, 3-4 síður af þessum 500 og það vakti ekki mikla athygli á sínum tíma. En ég hnaut það engu að síður vegna þess að mér fannst blasa við af gögnum málsins og viðtölum mínu við mennst að meðhöndlun þess máls hefði verið hinn fáránlegast á sínum tíma og að stjórnmálamenn hafi vísvitandi gert allt til að koma í veg fyrir að Jón gæti eignast þennan hlut. Og raunar er sagt frá því í fréttaskýringum Dagblaðs á þeim tíma sem atburðirnir gerast á vordögum 2003 eins og ekkert sé sjálfsagðara að forystumenn Sjálfstæðisflokksins vildu ekki að Jón kæmist yfir fyrirtækið. Ég sá ekki betur en að 3 eða 4 grundvallarreglur hefðu verið brotnar á hálfu stjórnvalda við þessa málsmeðferð og ég bar það undir menn sem vel þekktu til og voru dómbærir, féllust þeir alveg á það. Þeir töluðu valdníðslu og lögbrot beinum orðum. Ég vildi vita af hverju þetta hefði ekki vakið meiri athygli þegar það gerðist, en þá ypptu menn bara öxlum og sögðu þetta var í stíl við annað á þessum tíma, svona var allt. Og réttir einnig að geta þess að málið hvarf líka í skugga alþingiskosninga, þarna vorið 2003. Ég get ekki kvartað yfir viðtökum bókinni, hún fékk mikla athygli og meðal annars lýstu 4 þekktir háskólakennarar og prófessorar í hagfræði, stjórnmálafræði og heimspeki yfir því að það væri mikill fengur að henni fyrir þá sem vildu átta sig á íslenskri nútímasögu. Samt fannst mér að margt í henni hefði verðskulda meiri umræðu, þessi sala á aðalverktökunum meðal annars, eða í það minnsta að viðkomandi stjórnmálamenn reynda að bera af sér sakir eða skýra út sína hlið. Því rifja ég þetta upp núna, vegna þess að fyrir fáeinum dögum hvað sjálfur Hæstiréttur Íslands upp þann dóm að þetta söluferli hefði verið ólöglegt. Þar hefði verið framin lögbrot af hálfu ríkisins. Og vert er að geta þess að sala þessi var á ábyrgð nokkurra ráðherra og þeirra trúnaðarmanna. En kannski er það hrekkleysi að halda að úr því myndi verða mikill hvellur þegar sjálfur Hæstiréttur dæmdi allan þennan gjörning ólöglegan. Því að þótt að í flestum löndum hefði slíkt verið talið til stórtíðinda, þá geispa menn bara hérna. Helstu ráðamenn og lykilmenn þessa ferlis svara eins og þeir séu annars hugar þegar þeir eru spurður málið, segjast undrandi á dómnum, eða að þeir eru eftir að kynna sér forsendur hans. Manni finnst eiginlega svörin benda til þess að þeir séu á báðum áttum með það, ráðherrar og aðri slíkir, hvort þeim finnist yfirleitt ástæði til að taka mark á hæstaréttardómum. Það er í minnstakosti ekkert sem bendir til þess að æðstu ráðamönnum þjóðarinnar virðist finnast það alvarlegt í sjálfu sér þótt æðsti dómstóll landsins kveð upp þann dóm að þeir hafi brotið lög í opinberri stjórnsýslu.